Heyrðu, check-in á hópverkefni 1. Það eru hérna 2 atriði sem við búið að fara yfir en sem sagt núna ætti þið að vera komið með hóp og vera að minnstu kosti búin að skipta með ykkur verkum. Ef ekki þá myndi ég mæla sterklega með að þið gerið það í vikunni og reynið að byrja í seinasta lagi helgina. Af því að það er skil á þessu sem sagt á föstudaginn í næstu viku. Hérna fimmtudaginn, það má alveg ræða í þar næstu viku meira að segja. Já, þannig að það er alveg smá tími. En hérna, því fyrr því betra að byrja á þessu. Það voru spurningar hérna og eitthvað spurningum komið inn á Slack. Ég er eitthvað búinn að bæta við hér þetta. Það var til með spurningum þetta. Það er nefnt hérna að það er ósamræmi á milli þess sem er hér og þess sem er hér. Og hérna er í raun mun meira efni, mismunandi efni, en hér er alltaf bara sama aftur. Þannig að það sem hefur í raun verið gert er bara einhver leti hjá einhverjum hönnuðinum og slökka á þessu. Þannig að það sem þið gerið er að þið notið alltaf það sem er í desktop útgáfunni sem grunn. Þannig að þegar þið setjið upp HTML-ið þá setjið upp þetta efni sem HTML-ið, ekki þetta efni sem HTML-ið. Síðan er það með þessi icon og myndirnar almennt er að ég get farið hérna og ég get farið hér niður í export og ég get valið að exporta þessu sem ég myndi mæla með að nota PNG eða þessu hérna af því að þetta eru svona línuteikningar og línuteikningar passa mjög vel inn í SVG sem er Scalable Vector Graphics og þá getið exporta þessu. Þá fáið þetta sem SVG skrá eða sem PNG skrá og þá getið bara notað EMG til þess að setja það inn. Síðan var spurningum hvernig á að skipuleggja CSS-ið og það er bara afskaplega góð spurning og þá er þetta að horfa á þetta hérna hvað er svona sameiginlegt hérna á milli. Ég svolítið með þessi hérna header og þessi hérna header, hann er svona einhvern veginn invertaður og ekki invertaður. Hérna er hann með hvítu letri og þarna er hann með svörtu letri. Þannig að hugsanlega ætti að búa til einn header. Þar sem við erum að nota header með einhverjum sér class. Við myndum búa til SAS-skrá sem héti header og sú skrá myndi innihalda CSS skilgreiningarnar fyrir þetta og einhverja leið til að gera hann inverted og ekki inverted. Og síðan sama með þessi spjöld hérna, að þetta hérna spjald og þetta hérna spjald er mjög líkt nema á hinu spjaldinu er eitthvað verð og eitthvað að sjá nánar þannig að það var þetta að nota í raun bara card fyrir bæði en ef að það er card með class, card price eða card button eða eitthvað að þá komi það fyrir neðan. Þannig að þið eru með sama HTML-ið, það bara ræðst af því hvort það sé í því þessar upplýsingar eða ekki. Síðan eru þetta og þessi hérna stika eru svolítið svona sér á báti þar sem við erum ekki að nota það á öðrum stöðum nema hér hugsanlega eitthvað en það má skoða hvort það mætti búa til fyrir input almennt eitthvað eða hvort það ætti að tækla þetta hérna sem eitthvað sér og hitt sem eitthvað sér og kalla þetta eitthvað detail page eitthvað. Viljum við vera að horfa á þetta sem alveg niður í eitt select eða select með label eða select sem hóp. Hversu mikið ætlaði að brjóta þetta niður? Af því að það er alveg, ef maður væri að gera þetta í svona stóru verkefni, þá myndum maður alveg akkitera fyrir því að brjóta þetta niður í bara eitt select, labelið sem eitthvað og þetta hérna sem síðan labeled select og svo er þetta hérna saman og það er einhver container utan þetta. Takkin, þú veist, sami takki og hér, nema hérna fær hann að vera full width, þannig að kannski er button og button full width, bara hérna útfærsla á button. Sama hér, hversu mikið er þetta líkt þessu? Kannski ekki nóg til þess að gera þetta sem eitt input
kalla þetta bara eitthvað search og eitthvað annað, en allt sem svona eitthvað form input gæti samt sem aður verið í bara form.scss þar sem þið skipulegið það bara allt sér. Það verður til dæmis kjörið að hafa einhver teiminu tekur á sig bara að gera það. Ég ætla að gera öll form inputin með einhver annar sér að gera card inputið. Það sem ég myndi mæla með bara að byrja á því að koma upp verkefninu, þannig að þið séu komið með þetta á GitHub og þið getið klónað eða sótt þetta til ykkar, þannig að þið getið verið að vinna í þessu og pússað og út frá því síðan skipta með ykkur verkum þar sem einhver tekur að sér að setja upp, ég ætla að setja upp HTML fyrir forsíðuna og einhver tekur að sér að setja upp HTML fyrir þessa síðu, en samt þá þarf að hugsa, ok, hver ætlar að gera kartið? Þannig að það stór partur af þessu. Það er þannig að ekkert rosalega mikið vinna að setja upp þetta HTML. Aðalmálið að samræma ykkur og að vinna saman. Já. Eitthvað fleira sem kemur upp í hugan eða viljið spyrja núna? Þá bara mæli ég með að þið haldið áfram ef þið eru byrjuð en byrjið ef þið eru ekki byrjuð. Já. Nei, það er engin virkni sem þið eru eingöngu að bara útlitið. Þannig að þið þurfum bara að geta sagt að þessi hérna er í einhverju active state. Þessi hérna gæti hugsalega fengi líka á sig active state. En þið þurfum ekki að vera eitthvað, ég ít á þennan og þá fer tikkið við hliðin á honum. Þetta er bara útlit. Eina virknin sem að þið megið útfæra í raun að geta gert hérna, ég ít á þennan og ég fæ niður þessa stiku hér. En þið getið látið það, þið getið útfært það eingöngu með CSS sem ekkert almennt það sem maður myndi kannski gera, en það í námsefninu dæmi það hvernig var þetta að gera það. Eða þið getið fundið einhvern einfaldan JavaScript kóða sem að kveikir á, eða þið getur notað dialog elementi sem er komið nýtt inn í HTML til þess að útfæra þetta. Já, þannig þið bara spurðið mig hér, spurðið í dæmitíma, spurðið á Slack, spurðið í tölvupósti, en bara ef það er eitthvað þá bara látið þið heyri í ykkur.